Já, góða kvöldið og verið velkomin í þáttinn Leigjandinn, lífið á leigumarkaði. Ég heiti Guðmundur Hrafn og í þessum þáttum verðum við að fjalla leigumarkaðinn og hvaða krafta það eru sem hafa áhrif á verðmyndun, framboð, velferð og bara lífsskilyrði almennt fyrir leigjendur. Nú, eins og við vitum öll, þá leigumarkaðurinn bara ekki sérstaklega aðlaðandi staði til að vera á eins og allar kannanir sýna fram á. Nú, á síðasta föstudag langa, þá var mér boðið að halda smá erindi fyrir hönd leigjenda á útisamkomu við Austurvöll og þar ávarpa ég samkomuna og áttaði mig eiginlega á því bara leið og ég hóf upp raustin að þetta var fullkomið vettvangur til þess að tala fyrir hönd leigjenda. Því leigjendur eru ennþá að borga fyrir síðasta hrun og hafa skapað auð fyrir þetta fólk sem núna kemur í skjóli næturhálfpartinn í engapartíi til Bjarna Ben og félaga í ríkisstjórn Íslands og eignast bankana eða eigur Íslendinga aftur. Nú þetta eru eigur sem hafa verið borgaðar með þeim auði sem að íslenskt fólk og fjölskyldufólk býr til og það sérstaklega leigjendur. Leigjendur hafa skapað ótrúlega mikinn auð á íslenskum húsnæðismarkaði og það er fyrst og fremst sá auður sem að bankarnir eru að byggja á. Það eru fasteignir, húseignir, byggingaframkvæmdir sem eru notaði sem millileið til þess að búa til peninga og koma þeim í umferð og þar eru leigjendur notaði til þess að sjúga úr þeim auðinn. En það borga leigjendur það bil 120-30 milljarða á ári í húsaleigu og hafa gert í undanfarin 10 ár eða svo. Þannig að auðurinn sem verður til, sem að núna skila sér í því að hérna eru konur kaupendur sem að vilja kaupa Íslandsbanka, þeir eru að nota peningana ykkar, kæru leigjendur, og þeir fengu þetta á afslætti enn einu sinni. Og ætlum við að borga fyrir þetta aftur, leigjendur? Ætlum við að týna einum áratug í viðbót í þessa vitleysu? Nei, segi ég, og ég veit að þið 45% heimili þarna úti, þið segið nei við þessu líka. Það er komið málalinni, við látum þetta ekki yfir okkur ganga, fjölskyldur okkar, afkomendur og okkar nærsamfélag á betra skilið. Nú, við í leigjendasamtökunum við höfum verið að fjalla leigumarkaðinn og svo reyna að komast að því hvað hægt er að gera. Undanfarnar vikur hef ég setið nánast daglega á fundum bæði í þessum samstarfshópi eða starfshópi umbætur húsnæðismálum sem var settur á laggirnar af Katrínu Jakobsdóttur sem kemur við hérna seinna í erindi mínu. Nú, ég satt á fundum í Húsnæðismannvirkjastofnun og með fleiri aðilum til þess að fara yfir það hvað væri hægt að gera fyrir leigumarkaðinn og það er margt hægt að gera, það er bara spurning, er vilji fyrir að gera það og í kvöld þá ætla ég að sitja hérna einn og ræða við ykkur hugmynd, boðskap leigjendasamtakanna til þess að rétta af ákveðið óréttlæti á leigumarkaðnum sem er gríðarlega mikilvægt að gera og en einfalt í framkvæmd og skapa mikið réttlæti. Nú, það er viðeigandi að svona rétt eftir páska að þegar við höfum minnst upprisunar og píslagöngu Krists og við höfum svona samfélag höfum verið að líta aðeins inn á við að hafa þetta í heiðri og þessa páska sem á aðra. Þetta er líka árstíð vorsins og rísandi sólar. Við finnum fyrir þörfinni til þess að taka til í kringum okkur. Við finnum fyrir þörfinni til þess að leiðrétta ranglætið, bæta virkni þess sem við búum við og það er með því þeim anda sem að ég vil fá ávarpa ykkur kæru leigjendur og ykkur öll sem að eruð að hlusta og horfa. Því að ég boði ykkur ákveðin sannleik og vonandi ákveðna hugljómin í því hvernig við getum litið á leigumarkaðinn, íslenska leigumarkaðinn og sérstaklega þegar tiltekur húsnæðisbótakerfið. Því að húsnæðisbótakerfið er mjög kostnaðsamt fyrir íslenskt samfélag. Húsnæðisbótakerfið er í kringum kannski 10-11 milljarðar á ári þegar að tiltekin eru sérstakur húsnæðisstuðningur sveitarfélagana, heimilsuppbót Tryggingastofnunar og náttúrulega húsnæðisbætur frá HMS. Húsnæðisbætur, eins og við vitum öll, eru notaði til þess að auðvelda tekjulóum fjölskyldum að borga húsaleigu. Húsaleigu hefur farið hækkandi og þannig að það er spurning, er eðlilegt að við séum að nota skattpeninga ykkar
í að halda uppi háu leiguverði. Réttlætanlegt að leiga skuli vera síhækkandi og hver réttlætanleganda fyrir núverandi hækkun á húsaleigu? Kostnaður leigusala allur svona hár? Nei, hann það ekki. Við förum yfir það hérna eftir hvernig kostnaður leigusala rauninni í engu samræmi við það leiguverði sem uppi. Og þess vegna kannski eðlilegt, eins og ég legg til, að það verði húsnæðisbótakerfinu verði bara snúið algjörlega við, að hér verði sett leiguþak eins og við höfum boðað og ekki bara við, heldur líka Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og fleiri og eins og bara gert í löndunum kringum okkur. Hér verði leiguþak og að húsaleiga lækki á svona það bil 30–35%. Það svona ákveðnir þættir sem gætu hugsanlega breyttir í tölu, hugsanlega verið þetta 40% einhverjum tilvikum en að meðaltali svona 30–35%. Miðað við það forsendur sem við gefum okkur að sé algjörlega eðlileg og réttlætanleg lækkun á húsaleiguverði. Það myndi þýða að gríðarlega margir sem að þiggja húsnæðisbætur í dag þyrftu þess ekki. En ég legg til í staðinn að þeim leigusölum sem að geta ekki leigt þeir sínar eignir á þeim kostnaði með þær tekjur sem að verða til eftir að leiguþakið tekið upp, að þá geti þeir sótt leigubætur, hálfgerðar fátækrabætur eins og voru mjög algengar hérna á 9. áratugnum og þá voru fátækrabætur oftast tíðum lentu í vasa eignafólks en það var náttúrulega út af því að það var lélegt eftirlitskerfi en við búum við betra eftirlitskerfi í dag þannig að það ekki víst að eignafólk og lögaðilar komist upp með það að fá fátækrabætur ef þau þurfa þess ekki. En ég legg til, kæru hlustendur, að leigusalanum verði kleift að sækjum fátækrabætur eftir að leigan þín hefur lækkað 35%. Ég hveti til þess að gefa þessu erindi svona 1 mínútu fyrir þær svona 300 milljónir sem að myndu sparast við það að leggja niður kerfið eins og það í dag og taka upp þetta kerfi. Því að með þessu myndum við spara gríðarlega fjárhæðir. Ástæðan fyrir hvernig leiguverði í dag að hér bara engin almennileg verðmyndun og við þurfum að kíkja á hvernig verðmyndun gerist í þeim löndum í kringum okkur þar sem að eðlileg verðmyndun. Vegna þess að segir í 37. grein húsaleigulagana að húsaleiga skuli vera eðlileg og sanngjörn í garð beggja aðila. Þannig við ætlum að kíkja á viðmiðunarverð í löndunum kringum okkur. Í Finnlandi til dæmis, þar reka sveitarfélög mjög stóran hluta af almennum íbúðamarkaði, eiga 100.000 íbúða og í Helsingi einnig kringum 100.000 almennu íbúðar á leigu sem að 2 fyrirtæki á vegum sveitarfélagsins eiga. Þetta eru íbúðir á kostnaðarverði, þetta eru ekki íbúðir sem eru reknar af velferðarþjónustu sveitarfélagsins eða þá sértök búsetuúrræði eins og sveitarfélögum tamt að gera, þeir henda þessum úrræðum í einn pott til þess að geta svona aukið á tölurnar sem þeir geta kynnt okkur fyrir kosningar. En í Reykjavík til dæmis það blir 3,7% af húsnæði í félagslegum rekstri og þá allt til tekið. En í Finnlandi þetta kringum 15–20%. Þannig að þar má segja að það sé eðlileg verðmyndun. Nú í Stokkhólmi til dæmis, þar sjáum við það sama gerast. Það náttúrulega í kringum 60–70% af leigumarkaðnum rekin á félagslegum forsendum. Ekki allur þó, það líka frjálsmarkaður og þar eðlileg verðlagning. Þar eitthvað sem hefur áhrif á eðlilega verðmyndun og skapar eðlilegt og sanngjarnt leiguverð. Því ekki til að dreifa hér. Í Stokkhólmi fermetraverð í kringum 1.600 krónur á meðan það vel yfir 3.000 krónur fermetraverð, meðal fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu. Í Stokkhólmi það 1.600, þannig að næstu 100% munur. Það eingöngu út af því að hér verður ekki til eðlileg verðmyndun. Þess vegna verður við að setja leiguþak og ég kem inn á það betur eftir af hverju það svo mikilvægt. Nú, við sjáum líka aðeins á fleiri myndum sem að koma upp, hvernig húsaleiga til dæmis fermetraverð í Danmörku. Þar
fermetraverð í Danmörku í kringum svona 1200–1400 krónur að meðaltali þar, en á Íslandi þar meðal fermetraverðið í kringum 2400. Þannig að, það 1850 krónur fermetraverð að meðaltali hér á Íslandi, á meðan að meðal fermetraverð í Danmörku 1200 krónur. Þannig að 42% hærra fermetraverð á Íslandi en í Danmörku. Ástæðan óregluvettur leigumarkaður og engin eðlileg verðmyndun, og þess vegna þurfum við leiguþak eins og gert í þessum löndum líka, reyndar. Leiguþak með viðmiðunarverðum sem við ætlum að kynna hérna eftir myndi fækka bótaþegum hjá húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem sækjum húsnæðisbætur, hugsanlega kringum 70–80%. Þá myndi húsaleiga þeirra væntanlega hafa lækkað svona 80–100.000 krónur á mánuði að jafnaði. Vegna þess að það þannig, eins og ég nefndi hérna áðan, að það engin réttlæting fyrir núverandi leiguverði. Þess vegna þurfum við að bregðast við með þessum leiðum. Nú sjáum hérna aðeins meira hvernig fermetraverð hefur þróast. Það hefur þróast þannig á Íslandi undanfarin 7 ár eða svo 8 ár að leiguverð hefur hækkað 100%. Á sama tíma hefur það hækkað 15,3% á meginlandinu. Þannig að það allt óeðlilegt við verðmyndun á íslenskum húsnæðismarkaði þrátt fyrir að það segir í 37. grein húsaleigulagana að leiguverð skuli vera sanngjarnt og eðlilegt í garð beggja aðila. Það ljóst að þessi verðmyndun hún verður ekki til á markaðnum. Það ljóst, hún hefur ekki verið til á markaðnum, sérstaklega eftir að leigufélögum komið til sögunar. Þess vegna eina leiðin það að setja viðmiðunarverð og leiguþak, og svo gera þeim kleift sem ekki geta rekið sína eignir og sínar leigueiningar kleift að sækja sér bætur. Við sjáum hérna aðeins hvað segir í 37. grein húsaleigulagana, aðilum með frjálsa semjum fjárhæð húsaleigu og hvort á það hvaða hætti hún skuli breytast á leigutíman. Leigufjárhæðin skal jafnan vera sanngjörn og eðlileg í garð beggja aðila. Þetta segir í lögunum að þarna hún skulum vera sanngjörn og eðlileg, og það hún ekki. Hún ekki sanngjörn og eðlileg þegar að leiguverð hækkar 100% á Íslandi á meðan að leiguverð hækkar 15% á meginlandinu á sama tíma, í sama árferði. Sjáum hérna aðeins. Það sem ég ætla að koma hérna inn á næst hvernig getum við fundið út sanngjarnt leiguverð. Við getum gert það með því að búa til viðmiðunarverð, og þá þurfum við að kíkja á ýmsar forsendur fyrir þeim, og við getum skoða hvernig í kringum okkur, löndunum kringum okkur, og það hefur við gert. Og í desember kynntu leigjendasamtökin leigureikni leigjendasamtakana, þar sem að þú getur slegið inn, kæri leigjandi, forsendur fyrir eigninu sem þú býrð í, stærð, staðsetningu, gæði, herbergjafjölda og þess háttar, og fengið út það verð sem þú átt að borga fyrir íbúðina. Þetta leið sem notuð mjög víða í kringum okkur. Það að vera með svona reiknivélar og viðmiðunarverð. Þetta var til dæmis núna nýlega tekið upp í Katalóníu bara fyrir 2 árum síðan. Þá eftir 30 ára baráttu leigjendasamtakanna var þetta tekið upp og lögfest af þinginu þar, og núna bara við lýði leigureiknir þar sem þú getur slegið inn fasta númer íbúðarinnar, og leigureiknir segir nákvæmlega hvað leiguverðið á að vera. Og það þá ekkert samningsatriði, þetta frjálst að borga meira ef þú vilt það, en þetta leiguverðið. Og við erum með svona leigureikni á heimasíðu leigjendasamtakana, leigjendasamtökin.is, þar getið fundið hennan leigureikni, og ég hvet ykkur til þess að fara inn á hann og sjá hvað þið ættuð að borga í húsaleigu og hvað myndur hugsanlega borga á ári. Ég gerði litla könnun á því á Facebookinu núna fyrir stuttu, og þar var svona að meðaltali 90–100.000 krónur á mánuði, sem að gera þá í kringum 1 milljón á ári. Og ég viss það, kæri leigjandi, að það myndi breytast margt í þínu lífi og fjölskylduðinnar ef að þú gætir notað, ef þú hefðir aðgang að þessari milljón, sem að myndi örugglega bæta þína tilveru og bæta gæði samfélagsins að mörgu leyti, þegar að þú getur farið að nota
nýta þessu tækifæri sem að samfélagið og samtíminn býður upp á og getur farið að neyta menningar og dagradvalar á sama hátt og þeir sem að búa ekki á leigumarkaði. Forsendur fyrir svona fermetraverðum sem að eins og í leigureikningum, þær eru víðast hvar þær sömu. Þær eru stærð, herbergjafjöldi, aldur, ástand, viðhald, rekstur. Það eru alls konar breytur á fasteignamarkaði, breytur á fjármagnsmarkaði, vaxtastig og annað, hlutfall af kaupverði. Það eru alls konar svona breytur og við höfum reynt að vanda okkur mjög með okkar leigureikni. Það er ekki allstaðar verið að tekið mið af breytum á fasteignamarkaði, verðlagningu þar og markaðsvirði, vaxtastígi á fjármagnsmarkaði eða hlutfall af kaupverði. Við höfum eins og ákveðið að gera það til þess að sýna allar sanngirni og gæta allar sanngirni gagnvart leigusölum. Það var ákveðið að teka þessar breytur með í okkar leigureikni. Svo er líka eitt í varðandi verðlagningu eða viðmiðunarverð. Þau hafa verið notuð hérna á Íslandi þó að leigusalar, þeir sem að tala fyrir hagsmuni þeirra vil ekki kannast við það að hér hafi verið viðmiðunarverð og hér séu enga forsendur fyrir slíku. En það var það nú þannig að á árunum 2009 til 2017 þá ráku skilanefndir bankana og Íbúðalánasjóður og opinbera leigufélagið Klettur voru með kringum 10.000 íbúðir á leigumarkaði. Það eru hugsanlega verið fleiri. Við fáum ekki upplýsingur það innan úr skilanefndanum en við vitum að þar voru rúmlega 2.500 íbúðir sem að voru inn í leigufélaginu Klettur hluta til og hjá Íbúðalánasjóði. Þetta voru 4.200 íbúðir í heildinni hjá Íbúðalánasjóði sem að fóru þar í gegn og flestar af þeim voru leigðar út á sín á einhverju tímapunkti. En þar getum við séð leiguverð. Þar voru ákveðin viðmiðunarverð þó við fáum ekki að vita allar forsendur. En þá höfum við mikinn fjölda af leigusamningum og upplýsingum mikinn fjölda af leigusamningum sem að viðgengust þessum tíma og sjáum þá hvernig viðmiðunarverðin voru notuð og þar var ákveðið samræmi á milli gæða, aldurs, stærðar og staðsetninga íbúðanna sem að birtist í leiguverðinu og mikið af þessum leigusamningum voru ennþá við lýði þegar að síðustu íbúðina frá leigufélaginu Kletti í eigu Íbúðalánasjóðs fór inn í leigufélagið Ölmu árið 2017. Þar sjáum við hvernig þessi viðmiðunarverð, þessi sanngjörnu leiguverð sem að áttu ekki bara að miðast við að vera sanngjörn gagnvart þeim verðmæti sem voru leigð, heldur líka innbyrðis á milli leigjenda og þau áttu líka að vera þau há leiguverðin að þau áttu að framkalla greiðslu vilja hjá þeim sem að skilarendur bankana og Íbúðalánasjóður voru að reyna að fá til þess að borga húsnæðislánin sín. Þannig að þetta var hátt leiguverð en sanngjarnt miðað við þessar forsendur. Við höfum séð hvernig þessi samningar hafa hækkað gríðarlega. Við tókum viðtal við konu daginn sem að bjó í einni íbúð sem að leigufélagið Klettur seldi til Ölmu árið 2017. Þá var samningsupphæðin sem hún leigði á tæplega 150 íbúð var 140.000 og ef við uppreiknum þessa leigufjárhæð þá ætti hún að borga 174.000 tæpar í dag í húsaleigu. Ef að þetta leiguverð hefur bara fengið að þróast með verðbólgunni. En reyndin er svo að hún að borga 254.000. Hún að borga 80.000 krónum meira heldur en verðbólgan hefur sagt til. Það er þetta sem við leiðrétta. Það er þetta sem leigjendasamtökin krefjast að verði leiðrétt. Að þessi ofsahækkun á húsaleigu sem hefur verið stýrð af leigufélagunum að hún verði ekki bara stöðvuð heldur leiðrétt. Og svo getum við tekið upp umræðinu hvort að leigjendur eigi þá eitthvað inni en það er önnur umræða. En húsaleiga, hækkun á húsaleigu stöðvi samstundis og leiga verði færð niður að þessum viðmiðunarverðum sem eru bæði innan úr viðamikilli leigustarfsemi bankana og Íbúðalánasjóðs á árunum 2009 til 2017. Þar höfum við viðmiðunarverðin og þau rýma nánast 100% við viðmiðunarverðin sem eru reyndar reiknur út frá hagfræðilegum stærðum sem eru leigureikni leigjendasamtakanna. En þessi tvö leiguverð, uppreiknuðu viðmiðunarverðin frá starfsemi bankana og Íbúðalánasjóðs
og þau verð sem birtast í leigureikni leigjendasamtakana eru nánast sömu. Það nánast 100% líkindi sem að segir okkur að leigureikni leigjendasamtakana og hans lögmæti er bara nánast fullkomið og við stöndum bara við það enda höfum lagt mikla vinnu í þetta. Þannig ég og leigjendasamtökin við höfum lagt til og rauninni krefjumst þess að hér verði sett á leiguþak. Það fyrsta og stærsta krafa leigjenda. Leiguþak, viðmiðunarverð og leiga lækki. Þannig að við erum að fara fram á það að þetta verður lögfest eins og víða í kringum okkur. Það lögfest viðmið á húsaleigu. Nú, það gert ráð fyrir að með 18.000 heimili á Íslandi fái húsnæðisbætur í ár. Þetta séu kringum 8 milljarðar í frumbæturnar. Þetta nokkur 100 milljónir, 80 milljarður í sérstakan húsnæðisstuðning, svo heimilsuppbót, ég ekki alveg með upplýsingar um það, en þetta kringum 10-11 milljarðar í allt sem fer í húsnæðisstuðning. Þetta eru upphæðir sem að fara í gegnum fátækaleigjendur í vasa leigusala. Áttum okkur því að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að borga þessa peninga í gegnum þig, kæri leigjandi, í vasa leigusalans af því að leiga hefur hækkað svo mikið. Reyndar það svo að bótaþegum húsnæðisbóta hefur fækkað aðeins og það hefur fækkað líka samningum sem hafa verið þinglýstir. Við förum aðeins yfir þetta. Það eru hugsanlega ástæður fyrir því sem hafa ekki verið rætt um. Í dag þurfa leigjendur að fara mikla þrauta á biðilsgöngu til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til þess að sækja sér húsnæðisbætur. Þess að greiða leiguverð, hækkandi leigu sem á sér enga réttlætingu. Þannig að það engin réttlæting fyrir núverandi leiguverði eða þeim hækkunum sem hafa verið hérna undanfarin svona 7-8 ár, engin réttlæting fyrir þeim og þá eigum við ekki sem samfélag að moka 9 milljörðum, 10 milljörðum á hverju ári í vasa leigusalana í gegnum húsaleigubætur. Við getum gert svo margt mikið betra fyrir þá peninga. Til þess að fá fjárhagsaðstöðu þá þurfa leigjendur að opna alla sín fjárhag, opna sitt einkalíf upp á gátt og gangast við íþyngjandi skilyrðum, skerðinga og búsetufyrirkomulags. Þetta oft á tíðum bæði bara niðurlægjandi og mannfjandsamlegt kerfi á vissan hátt. Hvernig upplifun margra leigjenda. Skerðingarnar bíta strax og þetta kerfi höfnunar og vissar fátækragildu vegna þess að það innbyggt í kerfið alls konar hvatar til þess að reyna að fara á svig við reglurnar. Það að vera ekki að skrá sig í sambúð, vera að vinna svarta vinnu til þess að tekjurnar og fá tekjur valdi ekki skerðingum og svo það nú eins og þannig að það bil þriðjungur leigusamninga bara ekki þinglýstur og það einfaldlega út af því að skerðingarnar sem eru innbyggar í kerfið að leiguupphæðirnar í dag eru bara orðan það háar að ef að þú getur borgað þá húsalegu þá ertu eiginlega bara sjálfkrafa dottin út af möguleikum þess að fá húsnæðisbætur. Að þú þarft að hafa það mikla tekjur og það sjálfkrafa bara skerðingar þannig að þú færð ekki bætur. Þannig að þess vegna ástæðan kannski fyrir því að það fækkar þeim sem að sækjum og hlutfalli leigusamninga sem ekki þinglýstir, þeim fjölgar líka. Það eru 45.000 heimili á leigumarkaðnum og það eru 32.000 samningar sem eru skráðir. Þess vegna mikilvægt að við tökum upp viðmiðunarverð. Einmitt, varðandi viðmiðunarverð, þá þannig að húsnæðiskostnaður fyrir leigjendur gríðarlega hár og mikið mun hærri heldur en þeirra sem að eiga að kaupa. Þess vegna svo mikilvægt að setja hömlur á leiguverð, setja eitthvað ramma, hækkanir, ekki bara hækkanir, heldur líka bara hvernig við metum leiguna sem slíka. Vegna þess að leiga
húsaleiga, hún veldur fátækt og það þannig að húsnæðiskostnaður hjá leigjendum gríðarlega hár og gríðarlega mörg heimili á leigumarkaði eru undir lágtekjumörkum. Við sjáum það bara hérna á grafinu sem við erum myndan fyrir framan okkur, hvernig það farið upp fyrir 30% af heimilum á leigumarkaði sem eru undir lágtekjumörkunum. Við erum hérna með tölu til 2018. Þetta hefur versnað núna af því að húsnæðiskostnaður hefur aukist mikið. Þannig og svo hefur náttúrulega gegnum COVID mikið af fólki á leigumarkaðnum bæði mist vinnuna, lækkaði tekjum. Þannig að húsnæðiskostnaður orðið miklu meira íþyngjandi núna heldur en það var 2018, lok 2018. Það segir sig sjálft, það gefur augaleið með árferðir að þetta hefur versnað. Þegar við sjáum hvernig hreyfingin hefur verið að húsnæðiskostnaður þeirra sem að eiga hefur verið nokkuð jafn og hefur verið að minnka meðan hann að aukast hjá leigjendum. Þetta veldur fátækt og þetta getur ekki verið gott fyrir okkur sem samfélag að leigjendur geti ekki notið gæða samfélagsins og tækifæra samtímans. Það gríðarlega mikilvægt fyrir okkar kerfi, fyrir þjónustu, iðnað, verslun og menningarstarf að leigjendur geti notið þess á sama hátt og aðrir. Það hins vegar mjög skaðlegt fyrir samfélagið að við sem að moka þessum 9 milljörðum inn í vasa leigusala í gegnum leigjendur. Leigjendur eru notaði sem peningadælur fyrir leigusala til þess að sækja þessar bætur. Og öll náttúrulega viljum við vegna mannúðar og mannkærleika veita leigjendum húsaleigubætur og hjálpa þeim að halda heimili. En leigusalar, flestir leigusalar sem eru á markaðnum að fylgja þessu frumkvæði leigufélagana að hækka leigu, þeir eru að nýta sér þetta kerfi, þetta velferðarkerfi okkar til þess að hækka leiguna vegna þess að þegar við hækkum húsaleigubætuna það eykur greiðslugetu leigjandans aðeins og í flestum tilvikum tekur leigusalinn þessar bætur. Núverandi fyrirkomulagi í húsnæðisbótakerfinu hefur þessa innbyggðu hvata fyrir ýmiss konar svindla sem við komum inn áðan og þetta eru íþengjandi skilyrði sem koma í veg fyrir sjálfbörg oft á tíðum vegna þess að það mjög erfitt að þurfa að reikna út sýnt og heilat hvort það borgir sig að auka tekjur sínar eitthvað ákveðum, auka vinnuframlagið og þar lendi skerða það framlag sem við getum gefið börnunum með heimilinu til þess að auka tekjurnar sem að kannski enda bara mestu leyti í skerðingum á húsnæðisbætum. Þetta kerfi sem að býður upp á hveturinni til þess að reyna að fara á svig við skilyrðin eins og kostur vegna þess að leigjendur eru ofta tíðum í tekjulægstu þrepunum. Það segir sig sjálft, þetta fólk sem að velta fyrir sér hver einstu krónu og það þegar að svona skilyrði eru fyrir hendi að það virkar letjandi á að fylgja eftir íþyngendir og mannfjandsamlegum reglum. Þannig að húsnæðisbótakerfi eins og í dag að mörgu leyti bara hálfgerð fátæktargilda og veldur sífelldum reikningum útreikningum á því hvort það borgi sig til dæmis að hafa afkomendur hjá sér, hvort það borgi sig að vinna fyrir jólagjöfunum eða láta sér dreyma kostnaðarsamt ferðalag og þess háttar. Allt sem fólki verðmætt í þessu kerfi verður að reikningsdæmi undir hæl kerfisins sem niðurlægi það og heldur því fátækt. Þetta eingöngu til þess að þjónkast græðgi og okkur leigusalans. Þess vegna verðum við að hafa regluvættan leigumarkað. Og við þurfum ekki að líta langt yfir skamt til þess að finna góð dæmi vel regluvættan leigumarkað. Danmörku til dæmis. Af hverju stærsti hluti leigumarkaðs í Danmörku regluvættur? Hann regluvættur eingöngu til þess, eða mestu leyti, til þess að koma í veg fyrir spákaupmennsku á fasteignamarkaði. Kannist þið við það? Að hér hafi verið ósjálfbærar hækkanir á fasteignamarkaði. Við förum yfir þá eftir hvernig eignarhald á íslenskum fasteignamarkaði hefur breyst undanfarið. Það eru miklar eðlisbreytingar sem átt sér stað undanfarið ár. Til þess að koma í veg fyrir þetta, þá hafa Danir sett stíft og umfangsmikið regluverk utan úr leigumarkaðin til þess að koma í veg fyrir spákaupmennsku, til að koma í veg fyrir það að sé eftir mikla slægjast á leigumarkaðnum vegna þess að þegar það þannig, þá koma spákaupmenn, fjárfestar og eignafólk og vilja kaupa íbúðir til þess að setja út í útleigu. Þess vegna
leiguregluverkið svo mikilvægt í Danmörku og þetta eru forsendur fyrir því að leiguregluverkið var sett í Danmörku. Það ætla að koma í veg fyrir nákvæmlega það sem hefur komið fyrir íslenskan húsnæðismarkað og ríkjandi ástand í dag. 64% af Íslendingum 24 ára á yngri, þeir búa ennþá í foreldrahúsum. Við sjáum það hérna á grafinu hvernig búsetufyrirkomulagið er hjá okkur. Við sjáum að það eru 40% Íslendinga undir 29 ára aldri sem að búa ennþá í foreldrahúsum meðan það eru 13% í Danmörku. Þetta náttúrulega segir okkur þá sögu að hér er nánast ógerlegt fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaðinn, hvort sem í séreign eða á leigumarkaðinn. Það segir okkur bara að hér er óeðlilegt ástand og óeðlilegt ástand út af þeim aðilum sem að hér stjórna verðmyndun á leigumarkaði, þeim aðilum sem að neita að setja regluverk fyrir leigumarkaðinn, fyrir eigundum á íslenskum fasteignamarkaði. Þetta er ástand sem að segir okkur og sýnir okkur bara þessa tölu þarna eins og svo margar aðrar. Hvað er margt óðurlegt við fasteignamarkaðinn og ekki síst vegna getuleysis borgaryfirvalda og sveitafélaga, sérstaklega hérna á Suðvesturhorninu, til þess að vera með umfangsmikla uppbyggingu á félagslega reglu húsnæði á almennu íbúðamarkað. Það er rannsóknarefni og það er eitthvað sem við munum taka fyrir hérna í öðrum þætti. Húsnæðismarkaðurinn hefur verið hérna meira og minna stjórnlaust frá því fyrir efnahagshrunið 2008. Hérna kemur mjög merkileg glæra upp á skjáinn og ég vil að taki vel eftir þessu. Hérna er ástandið 2005. Hér sjáum við að íbúðir í eigu lögaðila eða þeirra sem eiga fleiri en íbúð er 11.600. Íbúðir í eigu lögaðila sem eiga einu íbúð er 1.300. Íbúðir í eigu einstaklinga sem eiga fleiri en einu íbúð 19.000. Þetta eru alls í kringum 32-3.000 eigur. Á þessum tíma eru 115.000 heimili alls á landinu. Og við kíkjum árið 2022, hérna næstu glæru. Þar sjáum við að íbúðir í eigu lögaðila eru orðnar 21.000. Það eru 31.000 í eigu einstaklingar sem eiga fleiri en einu íbúð og 3.200 í eigu lögaðila sem eiga fleiri en einu íbúð. Sem eiga einu íbúð, fyrirgeðu. Sem þýðir að þarna hefur íslensku fasteignamarkaður, ef við sjáum heildartöluna, hann hefur stækkað 35.000 íbúðir, frá 115.000 í 150.000 tæp. Á sama tíma jókst hlutfall lögaðila og eignafólks 23.000 íbúðir. Það eru 63% af öllum þeim íbúðum sem komu inn á íslenska fasteignamarkað frá 2005 til 2022 enduðu í vasanum á eignafólki og fyrirtækjum. Líkurnar á því að einstaklingur eignist íbúð hefur minnkað 71% frá 2005. Þetta eru gríðarlega miklar eðlisbreytingar á íslenskum húsnæðismarkaði sem engin fordæmi eru fyrir. Síðustu 4 mánuði hefur verið að skoða húsnæðismarkaði og hreyfingar húsnæðismarkaði bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu, í fjölmörgulöndum. Það eru engin fordæmi fyrir svona mikilli eðlisbreytingu. Það segir okkur bara eitt. Það er eftir einhverju miklu að slægjast á íslensku leigumarkaði sem er óvarinn. Þeir aðilar sem hafa verið kjörnir til þess að gæta hagsmuna leigjenda, þeir hafa svikist það. Og í rauninni styrt þetta kerfi arðráns og spillingar og misnotkunar á íslensku leigjendum og það er þess vegna sem leigjendur á Íslandi segja hingað ekki lengra og við krefjumst þess að það veri sett á leiguþak og viðmiðunarverð. Og ég endurteka það bara ekki nógu oft. Það er það sem að koma skal og verður að koma. Við sjáum það líka bara hérna á lána yfirleiti Íbúðalánasjóðs til framkvæmda á árunum 2006 til 2016. Að fyrir hrun þá eru lögaðilar kannski með 10-20% af heildarlánum gagnvart leigjendum. En við sjáum til dæmis hérna árið 2012 eða 2011 hvernig þetta snýst algjörlega við. Það eru lögaðilar með tífalt hærri upphæð í lánum frá Íbúðalánasjóði heldur en einkaaðilar. Og þetta hefur er ákveðin birtingarmynd sem sýnir okkur bara hvernig þessi gríðarlega eðlisbreyting
og hvernig hún hefur náð að ríkja hérna í íslenskum húsnæðismarkaði og í rauninni gerir enn. Við sjáum bara 2016 sem síðasta ári sem þarna í glærunni að hún fimmfalt hærri lán til lögaðila heldur en einstaklinga. Ef við miðum okkur við lönd þar sem að eignarhald á húsnæðismarkaði svipað eins og hér. Við erum með cirka í kringum 61-2% af fasteignamarkaðinum sem einkaeigu. Lönd sem eru því rólinu, það ekki sérlega mörg. Við erum bara komin í 7. neðsta sæti í Evrópu með séreigna og fasteignamarkaði. En í öllu löndunum sem á þessu róli, þar ríkir mjög stíf leigjenda löggjöf. Og þess vegna tilefni ríkt. Það ekki bara tilefni, það algjör nauðsyn. Það algjör nauðsyn fyrir íslenskan fasteignamarkað í heild sinni að við náum utan um leigumarkaðinn. Það getur ekki og hagnast engum til lengri tíma. Þannig að þetta gríðarlega mikið eðlisbreyting og það þarf að taka mið af þessu þegar við horfum upp á það hvernig leigumarkaðurinn Það akkúrat ekkert gott við íslenskan leigumarkaðinn undir þessum formerkjum. Nema náttúrulega nýtilkomin lághagnaðardrifin leigufélög eins og Bjarg og Blær sem núna í farvetninu. Þetta eru félög sem við bindum mikla vonir við en sem komið eru þau bara svo agnarsmár hluti af leigumarkaðnum að þau ekki farin að hafa nein áhrif á þróun leiguvers. Þau hafa verið að lækka húsaleigu á meðan að leigufélögin hinn stóru sem að stýra verðhækkunum og hafa frumkvæðið þeim, þau hafa verið að hækka. Þannig að Bjarg hefur sem komið engin áhrif á verðmyndun á leigumarkaði og mun ekki gera næstu árin, jafnvel ekki næstu 10 árin. Þess vegna verðum við að fá leiguþak og viðmiðunarverð. Óregluvæddur leigumarkaður, hann skapar skort á húsnæði og stjórnlausar hækkanir á húsaleigu. Það hefur sýnt sig og þetta ástæðan fyrir því að leiguregluverk var sett á í Danmörku. Þetta er komið í veg fyrir þetta. Komið í veg fyrir það að skapið skortur og stjórnlausar hækkanir á húsaleigu. Þarna eins og hérna á Íslandi, þar sem þetta gerist, þar eru fjársterkir aðilar sem stýra framboði húsnæði. Aðilar sem hagnast bæði á uppbyggingu og útleigu. Þeir láta leigjendur borga lánin og rekstur en sitja svo sjálfur allir eignamyndun og verðhækkunum og selja svo oft á réttum tíma. Þeir kassa þessu bara út eins og við segir svona á götumáli. Þeir eru bara fjárfestar. Íslensku fasteignamarkaður fyrst og fremst orðin fjárfestingamarkaður sem náttúrulega mjög óeðlilegt að við skulum búa við það og skulum ekki hreyfa neinum andmælum svona leigjendur gera það en við heyrum ekki þessi andmæli almennt á meðal ráðafólks þeirra sem eru kosnir til þess að gæta hagsmuna leigjenda. Leigusalar, eignafólk, og fjársterkir aðilar, þeir geta séð sig sjálfur. Það eru leigjendur sem að þurfa ykkar aðkomu og ykkar aðstoð. Það eru allar hagtölur sem sýna bara hvernig þetta hefur þróast. Frá því að leigufélögin urðu til og fyrir mikilvæg íslensku leigumarkaði eins og við sjáum bara hérna hvernig vísitala leiguvers hefur hækkað gríðarlega og svo ætlum við að sjá hérna hvernig fyrirsagnirnar voru þegar Heimavellir, Alma, Gamma og fleiri minni leigufélög. Þau eru ótrúlega mörg þessi leigufélög sem eiga 50, 100, 150 íbúðir. Já, það eitt sem við ætlum að fara yfir hérna á næstu þáttum. Það að gera landakort og sýningu hvernig landið að því að það margt ólíkara heldur en kannski flestir halda. Að það eru margir lögfræðingar, millistjórnendur úr bönkunum, fjárfestar sem við þekkjum úr rannsóknarskýrslum Alþingis sem eiga lítil og meðalstór leigufélög. Þetta eru félög sem að fengu að kaupa úr af skilarendur bankana og Íbúðalánasjóði á 50% af markaðsvirði á þeim tíma og hafa látið leigjendur mörgum tilvíðum bara búin að borga sumar þessi íbúðir upp 2-3 síðan þær voru keyptar 2014, 15, 16. Því að sumar þessum íbúðum voru seldar á 5-6 milljónir og leiguverðið á sumum þessum íbúðum bara vel yfir 200.000, 230-40.000. Þannig að það þarf ekki nema 2,3 ár til að borga kaupverðið tilbaka og þetta bara mjög algengt.
Langflestar íbúðir á íslenskum leigumarkaði eru íbúðir sem eru keyptar fyrir 2016. Hérna sjáum við bara hvernig stærðin á íslenskum leigumarkaði árið 2016. 35.000 íbúðir, 35.000 heimili. Þau eru samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Þau eru 32.000 í dag. Sem segir okkur það að stærsti hluti leigumarkaðins, 90-95% af leigumarkaðinum, eru íbúðir sem eru keyptar á fermetraverðum sem er ekkert líkingu við það sem að gerist á fasteignamarkaði í dag. Við erum með fasteignaverð í dag sem er yfir 600.000. Árið 2016 er fasteignaverð 300.000 fermetraverðið. Og það að ætlast til að íslensku leigumarkaður allur taki mið af fjármagnskostnaði þeirra sem kaupa fasteignir árið 2021 og 2022 á 600.000 krónur rúm, að láta það endurspeglast í leiguverði á Íslandi, það er fyrra og það á að vera ólöglegt. Þess vegna þarf leiguþak og viðmiðunum til þess að koma í veg fyrir það að leigufélögin stýri hérna hækkunum og rökstyði það með kostnaði á uppkaupum á fasteignum haustið 2021 og vorið 2022, meðan að stærsti þorri allra leiguíbúða á Íslandi ber ekki þennan fjármagnskostnað. Mikið af leigueiningum eru bara skuldlitlar, jafnvel skuldlausar. Þess vegna leggjum við til að það verði leigusalarnir sem þurfi að sannfæra Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að þeir þurfi leigubætur og að leiguverð lækki. Í dag er það þannig að það vill engin leigjandi vera á leigumarkaðnum. Við sjáum bara hérna á grafi hvernig viðhorf leigjenda er gagnvart því að vera á leigumarkaðnum. Nú, vegna allra hækkana, eins og ég var að nefna hérna áðan, við förum bara eins og yfir bara nokkrar fyrirsagnir undanfarin ár, hvernig íbúðafélögin, leigufélögin, Gamma og Heimavellir hafa leitt þessar hækkanir. Við sjáum bara, við förum bara hérna hratt yfir þessar slætur bara, þessar fréttir sem hafa byrt undanfarin ár, hvernig þetta hefur tröllriðið markanum og almenni leigusalar í mörgu tilvikum fylgt með, og þetta vil skapa mikinn hagnað, gríðarlegan hagnað, jafnvel 50-70% hækkanir eins og við vorum farið fram hérna áðan. Það veldur því að fólk situr oft fast á leigumarkaðnum. Það er verið að spyrja fólk hversu líklegt það er að það sé verða á leigumarkaðnum eftir 1 ár. 90% tæp af íslenskum leigjendum telja stöðu sína vonlausa. Það sé bara ekki nokkuð leið og nokkuð von að þeir komist í burtu. Þessi 10% sem eru þeir sem að vilja vera á leigumarkaði og telja stöðu sína nokkuð góða, það eru fólk sem að leigir að búsetta, búmönnum, búfesti. Þetta eru ánægðir leigjendur sem að búa við töluvert mikið húsnæðisöryggi þó að leigjan sé nú tiltölulega há þar. Skulum bara skoða hérna áfram hvernig þetta er. Ástæður fyrir leigu áran 2018, það eru 8% af þeim sem eru spurðir sem að vilja vera á leigumarkaði. 8%. Það er 8% af leigjendur sem að vilja 2018 vera á leigumarkaði. Ég veit ekki ef að það lýsir ekki ákveðnu ofbeldi gagnvart leigjendum, að 90% af leigjendum þeir vilja ekki vera í þessari stöðu. Þetta er ofbeldis samband. Leigjendur eru þolendur samkvæmt öllum mælingum og allir okkur orðræðu aðstæður fólks. Þá er þetta mikið gerenda og þolenda samband sem að íslenskir leigjendur búa við. Og þetta er svo sárt og leiðilt að þurfa að segja þetta, en þetta er svona. Það sjáum það bara hérna á þessu myndir sem eru upp á skjánum, að það eru 90% af okkur sem erum á leigumarkaði, við viljum ekki vera þar, en við sjáum stöðu okkar vonlausa. Við höfum enga trú að því að við komumst í henni burtu. Og það er út af því að hér eru aðilar sem stýra verðlagningu og framboði sem að hagnast á núverandi ástandi. Þetta er háskalegt eiland, leigumarkaðurinn, og þetta er hérna bara mjög neikvætt fyrir alla leigjendur að verðmyndun skuli vera bundin sé verið höndunum á leigufélögum sem að vilja ekki annað heldur en að hagnast á leigjendum, og flesti leigusalar þeir réttlæta sína hækkanir með svokölluðu markaðsverði. Mér langar aðeins að nefna þetta líka. Þetta er ákveðin birtingamynd hvernig leigumarkaðurinn samsettur, er að
leigumarkaðurinn, við sjáum hreyfingar á leigumarkaði að þegar þú ert komin í aldursamsetninguna 35 ára á yfir, þá sjáum við að hreyfingarnar af leigumarkaðinu eru frá 0,5% upp í 1,5%. Það þýðir bara það að þeir sem er á leigumarkaðinum, barnafólk, fjölskyldur, þau hafa enga séns á að komast í burtu. Eina hreyfingin af leigumarkaðinum er í aldrinum 18-24 ára og aldrinum 25-34 ára. Það eru þeir sem eru að komast af leigumarkaðinum. Við sjáum það í grænu súlunum sem er hérna önnu frá vinstri að það er engin hreyfing. Hún er hverfandi í aldurshópnum 35 ára og eldri. Þetta fólk er fast á leigumarkaðinum, ofta tíðum barnafólk, sem gerir ekkert annað alla virka daga og helgar hvern mánuð að vinna fyrir húsalegunni sem hækkar í sífellu stjórnlaust og ekkert regluverk. Og svo kalla leigusalar eftir því að það þurfa að hækka húsnæðisbætur. Við segjum nei við því. Þetta er ójafnt samningssamband, eins og við sjáum bara hvernig þetta hefur áhrif á fólk. Þetta er stórt hlutfall ráðstöfunum tekin fólks fer í húsalegu, veldur fátækt og alls konar persónlegum áföllum og bara samfélagslegum harmleik. Leigjandinn hefur engan umþóttunartíma, ekki þolinmæði til að geta verið í einhverju virku og jöfnu samningssambandi við leigusala í þessu árferði. Það er bara ekki séns. Húsnæði er frumþörf okkar, líkt og súrefni. Við höfum sem betur fer nokkuð kerfi í samfélaginu okkar til að aðstoða fjölskyldur á leigumarkaði með matagjafir, lyf, föt og þess háttar. Þessi efnislegi skortur sem góðgerðarfélög aðstoða leigjendur með er tilkomið vegna fátæktar sem verður til vegna hárra húsalegu. Við komum inn á það hérna í síðasta þætti, hvernig húsalega skapar fátækt sem er þjóðarskömm. En þetta allt saman geta starfsmenn góðgerðarfélaga og hjálparstarfs á Íslandi vitnað um. Það finnst varla á byggðu bóli lægra hlutfall af félagslegu reknu húsnæði en á Íslandi. Svo við komum inn áðan, í flestum samfélögum kringum okkur eru sveitarfélög mjög stórir aðilar á almennum íbúðamarkaði. Hér er hlutfallið innan við 4%, meðan þetta er á jafnaði milli 15 og 25 upp í 30 og eftir upp í 60% í Evrópu. Hvergi á byggðu bóli er lægra hlutfall af félagslega reknu húsnæði og við þurfum að láta kjörna fulltrúa okkar í sveitarstjórnum á landinu svara fyrir þetta ástand. Hvernig í ósköpunum gat þetta orðið svona og hvaða andvaraleysi og skeytingarleysi gagnvart velferð tugþúsunda fjölskylda viðgengst þarna úti hjá þessum háu herrum sem er í þessum verktakapartíum, sérstaklega hérna á Suðvesturhorninu. Það er hrein skömm og svívirða að þetta skuli hafa fengið að viðgangast. Og við látum þetta ekki gerast aftur. Kæru leigjendur, ég hvet ykkur til að láta þessa skoðun ykkar endurspeglast í hvernig þið mætið í kjörklefana núna 14. maí þegar þið kjósið yfir ykkur sveitarstjórnir. Leigjendasamtökin, við erum tilbúið með sannfærandi grunnaleigureikni sem reiknar út sanngjarnt og eðlilegt leiguverð eins og sýnt er fram á og leigjendasamtökin leggja til að verði sett lögfest sem viðmiðunarverð fyrir íslenska leigumarkað. Þetta er einfalt, það er eðlilegt og það er sanngjarnt. Í gegnum COVID-19 faraldurinn var komið á nokkuð umfangsmiklu bótakerfi fyrir lögaðila, eignafólk og fyrirtæki. Það er þess vegna bæði eðlilegt og viðeigandi að við þróum stuðning við þá sem reka leiguhúsnæði. Þannig kem ég að kjarna málsins. Vegna þess að þetta kerfi fyrir hendi og það er sanngjarnt að þegar að búið að setja á viðmiðunarverð og leiguþak og leiga hefur lækkað að jafnaði 80-100.000 krónur á mánuði að þeir leigusalar sem geta ekki rekið fasteignar sínar undir þeim skilurum að þeim verið gert kleift að sækja leigubætur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. En með því að þiggja þær þá munu þeir spara samfélaginu okkar það bil 6-7 milljarða á ári. Það er ljóst að einhver hluti leigjenda mun áfram þurfa húsnæðisstuðning frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ásamt sérstökum húsnæðisstuðning og heimilisuppbót í tilvikum en að 70-80% af þeim húsnæðisstuðningi sem að fer í gegnum leigjendur til leigusölu í dag myndi fella niður og nú er það leigusalana sjálfra að fara til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og sækja leigubætur ef þið geta ekki rekið sína leigueiningar á þessum viðmiðunarverðum. Þetta er vegna þeirra tekjumissis
þetta sanngjarnt enda hafi leigutekjur þeirra lækkað umtalsvert eftir upptöku viðmiðunarverða. Það engin skömm í því að leita sér aðstoðar við uppfylla viðskiptalega þarfir sínar. Það hefur reynsla sýnt okkur gegnum COVID. En að auðvitað verði leigusölum gert að afhenda gögn tekjur sínar, kostnað, fjárhagsstöðu sína, heimilishald, sjóðstreymi, allt eins og leiguendum gert að gera í dag, til að réttlæta umsögnum sína til að svona telja skild. Þetta að nákvæmlega sama á leigjendur þurfa í dag. Skilyrðin séu að húsaleiga sé að hámarki 90% af fjármagnskostnaði leigusalans en fari aldrei yfir 10% af viðmiðunarverðum í leigureikni. Ef að leigusali getur sýnt fram á að kostnaður hans við rekstur leigueiningar sínar beri sig ekki, þá getur hann sótt leigubætur. En þær leigubætur verði auðvitað skilyrtar við eignamyndun og verðhækkun á eigninni með svikuðu fyrirkomulega og gert við tekjur leigjenda í dag. Þetta myndi spara okkur gríðarlega fjárhæðir og það liggur hlutarins eðli að upp til hópa eru leigusalar bara ágætasta fólk og ég þekki persónulega marga leigusala og þeir eru bara hið besta fólk. Þess vegna veit ég að leigusalar munu taka þessu fagnandi og það mun rauninni sýna þeirra rétta innra eðli hvernig þeir taka þessum boðskap. Leigjendasamtökin leggja svo til að þeir milljarðar sem sparast við þessa breytingu fara í að byggja upp húsnæði fyrir alvöru óhagnaðardrifin leigufélög á almennum leigumarkaði. Þessir 5-7 milljarðar sem þetta sparast í húsnæðisbótakerfinu getur farið að byggja 300-350, 100-500 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu á hverju ári. Þetta getur verið bara gert í nafni leigjenda, getur verið gert í nafni sveitarfélagana og rekin á alvöru óhagnaðardrifnum grunni með langtímalánum sem að yrðu borguð upp á líftíma húsins. Ekki á 30-40 árum þar sem að leigjendur eru látnir borga húsnæðinu upp kannski 3-4 sinnum. Við skulum skoða hérna hvernig þetta í Evrópu. Í Evrópu eru leigjendalöggjöf í stærstum hluta Evrópulanda. Þið sjáum hérna vinstra megin á súlunni, þau lönd sem eru með íþengjandi og mjög íþengjandi leigulöggjöf eru lönd sem eru með svipað fyrirkomulag á húsnæðismarkaðnum hér. Og svo sjáum við þau lönd sem eru hlutlaus og löndin sem eru ekki með leigjendalöggjöf eða leigjendalöggjöf sem einhvern hátt svona tekur undir hagi og hagi leigusalans og þetta eru mestaleiti Austur-Evrópulönd þar sem að séreignarstefnan mjög við lýði og hún 90% og yfir en hún komin í 62% hér. Við skulum halda áfram að skoða hérna í lokin bara hvernig þetta það verið að tala mikið leigjendalöggjöf í Evrópu, það mikil gróska í þessari umræðu því að það þykir þurfa að herða leigjendalöggjöf víða og komin á það sem hún ekki fyrir. Það mikið gróska í þessu umræðu og við skulum sjá hérna, já, þið getið fundið þetta þeir sem vilja fræðast þetta netinu, það eru bæði svona hvítbækur og yfirferðir yfir þetta, meira segir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun líka látið búa til skýrslu land, hvernig landslag leigjendalöggjafar í Evrópu og það mjög forvitnileg lesning líka. Við skulum halda áfram. Í anda, við skulum kíkja aðeins hérna á leiguverð, leiguþak. Af hverju viljum við leiguþak? Það ósköp eðlilegt, þetta við lýði allstaðar í kringum okkur. Þar eru viðmiðunarverð og leiguþak mjög þróuð og þetta hefur verið lýði í áratugi. Nú, Katrín Jakobsdóttir, nú þetta forsætisráðherra, hún hvatti til þess, við sjáum hérna fyrirsagnir, hvatti til þess að settir það á leiguþak árið 2015 og við tökum undir það með henni, hér á að vera leiguþak. Og við hvetjum Katrín Jakobsdóttir til þess að taka þetta upp aftur innan sinna raða og koma þessu í gegnum þingið að hér verið sett leiguþak og viðmiðunarverð sem slær á hækkanir og lækki í húsaleigu. Því það engin innstæða fyrir núverandi húsaleiguverði. Eins og við sjáum, þetta eitt sem að Katrín Jakobsdóttir hefur bara barist fyrir og við viljum sjá hana taka þetta upp aftur. Í anda upprisu
og kærleiksboðskapar Chris, þá ávarpa ég ykkur kæru leigusalar. Veri leigusalarnir sem útrýma fátækt, en ekki þeir sem að skapa hana á viðhaldi. Sækið leigubætur og frelsið leigjendur undan ykkar ánægð. Því með því að gera þetta, þá þetta að spara það mikið pening að hér verður þetta að fara í mikla uppbyggingu á óhagnættum húsnæði. Það verður þetta uppræta fátækt. Hugsiði vel og lengi þetta, kæru leigusalar sem ykkar meðal áhörunda. Þið getur upprætt fátækt. Þið er tryggt fjölskyldum á Íslandi húsnæði á viðráðanlegu verði, eins og lög gerir ráð fyrir, og tryggja í leiðinni að sé farið eftir lögfestum barna og mannréttinda sáttmálum. Sennilega þetta göfugasti árangur ríkisstjórnar í velferðarmálum í áratugi. Sparnaður við þessa aðgerð að lágmarki, eins og ég segi, 6 milljarðar á ári og húsaleiga myndi lækka 30-35% og yrði mesta kjarabót fyrir íslenska fjölskyldur í sögu lýðveldisins. Fyrir þessu upphæð sem sparast, getum við hlúð að öllum þeim fjölskyldur sem hafa búið á leigumarkaði með umfangsmikilli félagslegri aðstoð. Við getum byggt falleg íþróttamannvirki, hjúkrunarheimili eins og við sjáum hérna, við förum hérna aðeins, fáum upp á skjáin hérna, við skulum bara láta þetta bara aðeins rúlla í lokin. Hvað er mikið ranglæti í því að skapa fátækt á leigumarkaðnum. Fyrir þær upphæðir sem við myndum spara, þá gætu við byggt myndarleg íþróttamannvirki. Við getum byggt, við sjáum hérna myndir svona af okkar draumsýn. Hvað er hægt að gera fyrir þessa peninga sem sparast á leigumarkaðnum ef það er komið á leiguþaki og viðmiðunarverðum. Ef við fáum þetta upp myndir af að sjá hérna ætla aðeins að fara yfir þetta með okkur að við sjáum hérna hlutfallið af félagslega húsnæði á íslenskum fasteignamarkaði 3,70%. Það er svona bara ágætis svona punktur til þess að rétt í lokin. En ég ætla að sýna ykkur aðeins myndir hérna hvað við getum nú gert fallegt fyrir íslenska þjóð leigjendur ef að leiguverð myndi lækka, við tækjum upp viðmiðunarverð, leiguþak, myndi spara 5-7 milljarða á hverju einasta ári í húsaleigubætur, að leigusölum gert að sækjum leigubætur ef þið geti ekki staðið undir sínu leiguverði. Það getum við byggt upp svona. Þetta er sjúkrahús sem er að byggja í Noregi fyrir ungmenni með sálarleg megin. Við getum hlúðað leigjendum sem hafa verið sem þolendur á íslensku leigumarkaði. Við getum byggt upp svona hverfi af félagslegum óhagnætturöfnum húsnæði eins og þessa myndir frá Finnlandi. Þetta er nýtt verkefni sem er að byggja hundruður íbúða sem Helsingi er að byggja fyrir sína íbúða á kostnaðarverði sem verður leigt út á kostnaðarverði. Er ekki betra að senda leigusala í svona píslagöngu eins og leigjendum hefur verið gert að gera í áratugi, spara okkur fé í staðinn fyrir að mylja undan innviðum samfélagsins og skaða lýðheilsu með því að viðhalda núverandi fyrirkomulega leigumarkaði. Það skaða lýðheilsu. Ég veit að langflestir leigusölum eru umhugað velferð leigjenda og gæði samfélagsins sem þau taka þátt í að byggja upp. Kristin gildi mannúð, kærleika, þolgæði, hugrekki og hófsæmi ættu leigusalar hafi heiðri þetta vorið eins og önnur vor. Með þessari göngu sinni og með því að samþykja þetta að frelsa leigjendur undan ánauð hárrar húsaleigu og sækjum bætur sjálfur ef við getum ekki staðið undir því, þá skapar hérna gott samfélag. Þeir leysa úr fátækt og frelsa leigjendur. Frelsa leigjendur og leigjendur geta notið lífsins til jafnvætis við aðra í samfélaginu. Ég veit að þið sannra innræti og eðli ykkar mun koma fram í því hvernig þið takið þessari hvatningu frá leigjendum á Íslandi. Núna er ykkar tími runnin upp, kæru leigusalar, að sækjum bætur ef þið þurfið á því að halda. Það er engin skömm að því, leiguendur á Íslandi hafa búið við þetta fyrirkomulag í mörg ár. Kæri hlustandi, takk fyrir að gefa þér þennan tíma til þess að hlusta á þennan boðskap
sem við setjum hérna fram af fullri alvöru, að leigusalar sækjum leigubætur og leiguverð lækki. Þetta er einföld aðgerð sem skapa mikið réttlæti, spara gríðarlegt fé og setur aukið afl í uppbyggingu og krafta samfélagsins. Píslagangans er leigusalans að þessu sinni, upprisan er leigjandans. Takk fyrir að hlusta. Ég heiti Guðmundur Hrafn. Þetta hefur verið Leigjandinn, lífið á leigumarkaði. Við sjáumst á næsta þriðjudag.